stytta leikskólan, þannig að þú byrjar í leikskóla 1 árs í staðinn fyrir öfugt. Það líka bara gífurlegt álag fyrir börn að vera í leikskóla. Þetta rosalega mikið áreiti, þetta aðskilnað frá foreldrum. Börn á einmitt frá 1 til 2 eru með mestan aðskilnaðarkvíða og mér finnst að við ættum bara að styðja betur líka bara við fjölskyldur í að vera að sinna þessu ótrúlega mikilvæga hlutverki sem eru á fyrstu 2 árum ævi barna, sem bara tengslamyndin. En þetta náttúrulega 100%. Augljóslega hatur á konum. Nei, það er það nefnilega ekki. Það er það nefnilega ekki, af því þetta er alltaf sett þannig fram að það muni bitna á konum. Það mun það gera. Það á mínu mati sýnir bara fram á að við séum á miklu viðkvæmari stað í réttindum kvenna að alltaf þeirra tekna aðgerðir sem eru, sérstaklega sem varða börn, að það mun að bitna á konum. Það þýðir bara að við þurfum að finna eitthvað annað mótvægi. Þýðir það eru aðra aðgerðir, en þetta er miklu betra fyrir barnið og það, fókusun ætti alltaf að vera þar. Það gefur þeim miklu betra svona startin í lífið að vera með foreldrum sínum, báðum foreldrum eða einum foreldri ef það er einstæða foreldri, fyrstu 2 ára afrinnar. Líka annað sem bitnar á konum einmitt, það sé ekki hægt að færa fæðingarorlofið til, sérstaklega fyrir einstæða mæður sem eru einstæða foreldra sem að hitt foreldri er ekki með í myndinni. Þau fá ekki fæðingarorlof á móti, jafnvel þótt að hitt foreldri taki ekki við hinn helmingnum, þá fá þau það ekki. Þannig einstæða mæður og einstæðir feður, oftast einstæða mæður, fá sittra fæðingarorlof heldur en aðrir. Mér finnst það líka fáránlegt.